Já, við höldum áfram með Evrópumálin. Íslandsbanki spáir nú að peningastefnunefnd Seðlabankans muni enn á ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir slétta viku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin? Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegið þyngra en kólnun í hagkerfinu. Og stundum finnst manni þetta bara sagan endalausa. Hann kominn hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, prófessor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn. Takk fyrir. Sko, þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxtahækkun næstu viku, líður þér eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern veginn, þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum. Já, ég tek undir það. Og ein mikilvæg rök fyrir inngöngu í Evrópusambandið snúast upptöku evrunnar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko, þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst, þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það eigi að taka viðræðurnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar, en fyrir mér málið mjög einfalt. Og það bara þetta, að mér fannst sjálfsagt, þótt ég var ekki fæddur þá, að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að reikna út kosti og galla til þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki. Þarna finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdánason sagnfræðingur í vikunni. Já, ég tók eftir því. Og eins ég var ekki fæddur þá heldur, hefði ég verið hlynntur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð aftur. Og það semst af pólitískum, félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO? Hver eru kostir, hver eru gallarnir? Setja þau upp í Excel? Nei. Og ég lít eftir sömu augum og ég var komin undir 20 þegar við gengum þangað. Mér lóttir sjálfsagt að ganga þangað inn og mér lóttir sjálfsagt að gera þetta aðili að EES samningnum og þá var ég orðin hálffertugur hálffimmtugur. Og ég lít Evrópusambandið sömu augum. Þetta fríðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag. Þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir. Og þess vegna finnst mér ekki nauðsynlegt að kíkja í pakkan. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr lokasamningum komi samningur sem ég geti ekki fellt mig við. Og ástæðan svo að ég treysti íslenskum samningamönnum. Það mikil reynsla og þekking til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan hagsmuni Íslands. En það líka komin upp ný staða sem þessi að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis- og varnarmála ástæðum. Því það komin upp alveg ný staða í Evrópu þegar að Rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur
og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að Bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn á þeir voru áður undir núverandi forystu, þeir hafa jafnvel haft í hótunum að draga sig undan leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð. Við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur, án tillits til Bandaríkjanna og þetta knýr á það að Evrópusambandið ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig, með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar í norðvesturhorni Evrópu. Og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefði ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás Rússa í Úkraínu. Og þarna sem það dauða færi fyrir Ísland. Við erum þegar nú 70% aðilar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og höfum engin áhrif bein á það sem þar gerist og eins og fyndinn maður sagði ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur inn í góðu bók sælla er að gefa en þiggja og ef ég fengi að sjá sannfærendur rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur en það myndi færa okkur að ganga þannig inn, ég væri samt hlindur því. Því að ég myndi skilja það sjónarmið annarra á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnahagslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu, þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur. En hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir. Og þá er ég ekki bara að tala efnahagsmálin, það er að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún er ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóðminjasafninu ef evran verður tekin upp. Nei, taktu þetta frá hagfræðingi, efnahagslið málsins er ekki aðalatriðið í mínum huga þótt að það sé mikilvægt. Aðalatriðið er pólitískt eins og landið liggur núna. Evrópa er í hættu, henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hug á því að taka Grænland með valdi og Grænland er okkar næsti nágranni. Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland. En þetta eru rök sumra nei-istana sem þú nefnir núna vegna þess að það komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum ekki að fara Já, það er bara fráleit röksemd í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópusambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás Rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmu sem NATO-þjóðir hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðarbröld? Nei, auðvitað ekki. Bara við lifum í stór hættulögum heimi. Þetta er mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki Kúbudeilunni og við verðum að bregðast við því. Og ég trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta. Við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd alveg frá að lokum síðari
heimsstyrjaldarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru á undan nasistum í stríðinu og við sömdum við Bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vöruðum við því þegar Bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur, helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa, að þá hljóta sjónir okkar að bætast, að beinast á þeim mun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2009-13 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær á kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn gegn vilja kjósenda eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma en ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosningar fara fram í síðasta lagi 2028. Og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandið með þeirri fullveldis skerðingu sem því felgir. Fullveldis skerðingar svo rangt orð. Við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum, bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru, sko. Þannig að það er ekki meira mál heldur en svo. Og ef þessi tímatabla virt, að þá getur ástandi hér gerbreyst til batnaðar bara innan 2-3 ára. En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi? Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun Alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og Alþingi hefur aldrei aftur kallað hana, þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref. En á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannessonar lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerð tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir Stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur í tíman eða 65, þegar Evrópusambandið var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn, en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér
heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þór Gíslason, faðir minn, var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nema það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá. Þetta er 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefna hann, það var Winston Churchill, þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum. Og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars, ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, þannig að Morgunblaðið lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varðist Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson, nágranni okkar, sem var þá varaformaður Framsóknarflokksins og síðan formaður flokksins og forsætisráðherra, afburða maður. Og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin er gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfið blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna, hvort sem það var Alþjóðabankin eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu, þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í. Og það var fullur skilningur á því, eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni, að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum. Það eru til dæmis samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svoleiðis, sem Ísland er skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert athugasemdir við. Að ég tala nú ekki um aðildina NATO, sem felur í sér fullveldisdeilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðst á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að 5. greinin segir alveg skýrt, árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll. Og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum, þetta á við 2/3 hluta Sameinuðu þjóðanna, sem eru aðilar að alþjóðaglæpadómstólnum í Haag. Og næstum öll Evrópulöndin eru það. En það eru nokkur ríki sem eru það ekki. 70 af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna. Og í þessum hópi eru Bandaríkin, Kína, Rússland og fleiri. Og þá skilja menn hvernig það er hægt að Pútín, Rússlandsforseti, er eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu tilbaka óstaðfesta undirskrift sína undir samningin Alþjóðaglæpadómstólinn. Hvenær? 2016. Þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu. En þeir hafa kannski ekki áttað sig á því að Pútín er samt sem áður núna eftirlýstur stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólnum og ef land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem er aðili að dómstólnum að þá er hægt að lögsækja og draga fyrir dóminn þann sem framdi stríðsglæpina. Og hér er komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti er ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Haag eins og kollegi hans í Rússlandi. Ástæðan er sú að fórnarlambi Íran er ekki heldur aðili að stríðsglæpadómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sem ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna hlið við hlið á sakamanna bekk í Haag. Vonandi það verið hægt að leggja hald á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjanna.
En þetta var úr, aðatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum. Já. Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimsstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar von á 29. ágúst að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs. Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrrverandi, eða prófessor emeritus. Einu sinni prófessor, ávallt prófessor. Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði. Yes. Þá sko klassískt rifrildi á Facebook síðum vinum minna núna, sem eru enn að velta því fyrir sér, hvort eiga að segja já eða nei. Hvað sé satt og logið með íslensku krónuna. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveigjanleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti. Þá segir náttúrulega sjálft að þar hefur gjaldmiðill mjög mikið að segja. Ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá þínum bæði þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eiga mikinn rétt á sér. En við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunið 2008, að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem að stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir blýfast gengi sem ígildi þess að við taka evruna, mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðinn. Þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kauphækkanir í þeirri von og vissu að ríkið muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef kauphækkunin of mikil.
og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski silingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráringuna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þið sama á treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér. Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónuhagkerfi? Nei, en hann verulegur og ég hef séð svona tölur frá öðrum og ég skal svo smengan að dómleggja á það, en bara kostnaðurinn verulegur. Sjáðu, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðir að sína í erlendum banka. Það bara leiða þeir og þú kemur íslenska krónur og biður að fá að skipta þeim yfir í pund eða evrur. Og þannig viljum við ekki vera. Við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu. En þar að ekki skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sést á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausafé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag. Það ótrúlega hræsni. Já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnarráði og stjórnarráði hringdi í Seðlabankann og gengið var fellt. Og það eimir enn eftir af þessu. Það eimir enn eftir af þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo rýmist sér aðrir fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði. Við höfum fáa banka sem að rýja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklu meiri vaxtamun heldur en tíðkast í öðrum löndum sem kemur ekki óvart því að Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendri bankar þurfa ekki að keppa við erlendabanka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendir bankar hafa þeim þetta ekki eins og huga veltaði fyrir sér að koma hingað út af krónunni en ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að höndla með að þá myndi afstæðan til þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórnarlömb í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántækendur í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu hann mikill, ég kann ekki tölum það en hann verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að bankaelítan, bankastjórarnir þeir ættu allir að segja nei því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslenski fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendrar samkeppni við innlendar fjármálastofnanir. Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg af verkfræðingum í bili, við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara. Þá gaman í þessu samhengi að nefna að þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði þá ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort sama yrði upp á teningnum eftir aðild og með evru kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga að halda fram nei, þeir hafa ekki sýnt Íslandi áhuga þeir muni ekki sýna Íslandi áhuga. En ég samasýnist en Halldór Guðmundsson rithöfundur lýsti þessu prýðilega í samtali við þig einmitt bara í gær hvers konar menningarsókn gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin
ef við gengjum inn til fulls. Sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár, sko hún dugir ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson prófessor sagði í samtali við þau daginn, það var mjög hyggilega mælt. Hann sagði að fullveldisskerðingin, ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínum með öðrum, og hún minnkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum. En þeir sem tala eins og þú, þeir fá svolítið á sig stempilinn að þeir séu landráðamenn og drottninsvikarar í mörgum kimum umræðunar. Finnst þér umræðan ekki hún veldur mér vonbrigðum. Ég hélt við erum komin lengra. Hvað finnst þér? Já. Mér finnst þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neihliðarinnar bera á borð, vera fyrir neðan allar hellur. Ég verð ekki var við neina slíka upplýsingaóreiðu og ensíðu þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum vel til þess að sjá munin á þessu og það er þess vegna sem ég geri mér vonir að jáhliðin hafi betur. Sko, ég var aðeins spillingu í lokin af því að þú hefur nú mikið skrifað hana og fjallað hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu. Rétt. Og allstaðar er spilling. Út í það færi, það sem er vald, þar verður einhver spilling. En það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi. Já. Við sjáum í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til þess að semja við Evrópusambandið aðild, að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir. Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér. Og svo rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér. Af því að þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við villunar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnuðu fólki upp niður í grundvallaratriðum í lögfræði. Og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í Hæstarétti frekarna láta Sjálfstæðisflokkinn raða þar inn sínum mönnum, hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var. En alveg eins og ég á vonað því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vonað því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Það er svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðildarlönd Evrópusambandinu að takast á við þessa ánga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaðu til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið, þeim þessu höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það vegna þess að þeim margra aldar hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. En svo er önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún er ekki eins trygg. Ef Svisslendingar sitja við sama borð og Frakkar og Þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu, því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringinn í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar þessar umræður fara fram, þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska.
Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá að rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss. Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu fræntigli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíkniefna hring sem best gegn því að hérna lúta fjölþjóðlegu valdi. Þetta eru sko þessi ángill dæmis hérna, þetta sem við erum að ræða núna. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá, mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Er það fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því? Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér er ofarlega í huga það, að ef við verðum þarna 100% aðilar í staðinn fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókn hingað klukkan 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrend af bankaeftirliti sem var hannað til þess að standa sig ekki fram að hruni og bankaeftirliti er veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og enginn sem morgundagurinn og þannig að aðgangur greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti er einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala um alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti yfir sviðið eins og það leggur sig. Svona í lokin á því þú nefndir áðan að það er náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværar athugasemdir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú er að gerast komi þeim ekkert við síðar. Að sko það var hún misti það út úr sér hún Sigríður Andersen í hérna spjalli á RÚV. Þið látið bara eins og þjóðin eigi að ráða þessu. Já, ég tók þessu. Heyrðu það? Sástu það? Já. Sko þarna er hundurinn svolítið grafinn. Já, og ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara að vísu fyrrverandi og fullum launum og hann hélt þessa fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefur annarkvæmt ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem er ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér í sjálfum hæstarétti, það er alltaf næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndi aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið. Lokaspurning Þorvaldur Gylfason, inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar. Hvað hefur það að segja? Mér finnst það að vera lítilmótlegt. Fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæm deilumál eins og hann hefur gert. Og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyðliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn hreyfingarinnar, þetta eru þekktir erindrekar íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sýna sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið í þjónustu þeirra, þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í Sjálfstæðishúsinu í fyrradag. Og mér finnst Íslandi lítill sómi sýndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár skuli taka fullan þátt í þessu. Einhver sagði þvílík endalok. Já. Á hans ferli. Já. Ég skil það sjóna mig vel. Hefur kæra þakkir, Þorvaldur. Takk fyrir mig. Það var gaman að spjalla við þig. Takk. Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. Ólafur Ævarsson kemur hér
eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann er geðlæknir. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.